Þá var það tengingin á stýrirásinni og að því að við erum 1 kvadrat vír þá þurfum við þá ætti vírnadölsutinn að vera rauðar ef þeir eru frá þessu framleiðanda. Við ætlum að byrja hérna á að fara hérna inn á X11 og tengja hérna inn á öryggið. Þessi vír er brúnn. Þegar við erum ekki búin að fara í gegnum öryggið ennþá. Og ég ætla að gera eins og áðan. Ég ætla að breyta númerunum hérna. Ég ætla að segja 1 hér og 2 hér. Svo lögum við þetta tekníkunni. Áður en hún fer til kennarans sem tilbúin. Svo er það bara að halda áfram með stýringuna. Hér erum við búin að fara í gegnum öryggið þannig að vírinn verður grennri og nú skulum við sjá hvert hann á að fara. Förum hérna úr 2 í bara beint í X18 greinilega. 2 á örygginu í X18. Ekki þannig flókið. Svo höldum við áfram þaðan og rauninni í hnappabóksið. Hér þurfum við að búa eitthvað til, sko. Hér þurfum við að velja hvaða vír þetta er hérna. Og hérna velja þetta sé vír nummer 1. Og ég tek bara vír nummer 1 hérna. Finna hann. Það er þessi. Við stingum hann bara þar í. Þessi vír hérna, ég verði að tengja hann hérna inn í bóksinu. Og þar kemur líka einhver vír frá X18 hérna, 19. Og við verðum að ákveða hvað þetta vír þetta að vera. Það er gott að hann hafa hann bara nummer 2, af því að hann fer hérna inn á nummer 2. Og ég glemdi því nú að ég ætla að setja einn hérna inn á einn hérna í hnappabóksinu. Svona. Skiptir enga máli hvernig þessar er liðtengt. Það er bara eitthvað vír sem ég fann hérna á borðinu hjá mér. Það má líka lögra fjólublár eða eitthvað. Ég ætla að fara úr, já þetta var vír nummer 2, hann er hérna. Og þessi lúpa sem ég er að búa til. Og þessi hvíti, hann á að fara inn á 3.
Segjum allega sleppi ég að nota vír númer 3 í bili og set vír númer 4 í númer 4. Af því að það svo þægilegt. Og það ruglar með númerinn. Það þá 3 afgangs verið að nota þar eftir. Ég ætla bara að gera hérna núna þetta hérna, segja hérna, við vorum hérna búin að ákveða að 2 kæmi hérna í númer 19 og í númer 4 kæmi í númer 20. Í númer 3 ekki notkun, ekki þessu verkefni. Þessir hérna verða að nota í ljósað eftir. Þá erum við komin hingað, ég er búinn að setja vír númer 4 í Excel 20 og 19 líka, hann er vír númer 2 komið þangað og þá þarf ég að taka vír númer vír héðan frá Excel 19 í 13Q1. Hvað er 13? Hann er hinum megin. Og hann er nú eina í númerið sem ég geti snúið við ef ég vildi. Og það er komið hingað, svo þurfum ég að fara hérna í 14 og hérna get ég valið hvort að ég fer í 20 eða A1 á seljan og þá sjáum við hérna strax að það hefur verið gáfulegra að snúa þessu hinsegin. Það er miklu styttra frá 13 hingað og það er bara stutt lykkja hér. Þetta er að fara allan hringinn. En við höldum okkur bara við tekníkuna eins og hann er. Hér á að koma annar vír. Það verða 2 vírar í A1. Það er þessi vír hérna og vírinn sem fer í 20.
Svo það 33 Q1 hérna. Og hann kemur greinilega hérna á sama stað og X1 18 og 2. Við getum tekið hann hérðan. Þrjátíu og fjórir í ljósið. Og við erum búin að ákveða að það fær í 21. Og þetta tengja innandan í núlið. Við erum að ákveða hérna hvað vír þetta á að vera. Þetta er bara 5 og þetta er vír nummer 6. Þetta er vír nummer 6 hérna í núlið. Og 5 í 21. 3 en það afgangs. Voru ekki notaður í þessu verkefni. Og þeir þurfa auðvitað að tengjast hérna. Heimum nummer 3 bara hérna. Þetta er hróinni. Og þá er þetta bara komið, eða hvað? Nei, ekki alveg. Það er ekki búið að tengja núllið, þetta hérna eftir. Þetta er ekki margir vírar. Skulum sjá.
A2 á seguliðanum